Hingað komin frá Háskólanum í Reykjavík, Ragnar Helgadóttir, rektor Háskólans. Gjörðu svo vel. Komið sæl og takk fyrir tækifæri til að tala við ykkur. Við í HR erum óskaplega spennt fyrir því að fá borgarlínu inn á svæðið og hluti af ástæðinu svo að við auðvitað erum við hjóla- og göngurhraðbraut bæjarins. Við horfum á fólk fara milli austur- og vesturbæjar alla daga með virkum ferðamáta, sjáum hvað það eru margir og finnum til óskaplega mikillar ábyrgðar gagnvart því að vera bæði að byggja upp þekkingarsvæði, vera í nógu góðum tengslum við HÍ, við Landspítalann, en líka fyrir krakkana sem að nota Nauthólsvíkina, þá sem að fara í gönguferð og satt að segja alla saumaklúbana á níræðisaldri sem ganga þarna meðfram sjónum og enda svo í kaffi inn í HR því það er hlýtt. Það er nákvæmlega hlutverkið sem við viljum hafa á þessum stað í bænum. Við teljum að við erum sem sagt kát að vera þarna og við erum kát að vera í fyrsta áfanga. En við teljum að ef að vel er að verka í staðið, þá muni borgarlínan bæta lífsgæði fyrir nema, starfsmenn HR og fyrir þekkingafyrirtækin á svæðinu, íbúagarða sem eru núna mörg hundruð og þá sem að koma í Nauthólsvík eða nýta svæðið með öðrum hætti. Okkur finnst mikilvægt að þetta mun minnka bílaumferð og bílastæði og auka líf á svæðinu. Þetta er alveg ákvörðun sem við erum að taka. Við erum að taka svæði af svæði skólans undir borgarlínu og undir torg þar sem að hún fer inn á miðjum kampusnum okkar við hliðina á húsinu sem við erum í núna og milli þess og nýsköpunarhúsins okkar og þekkingafyrirtækjana sem verða þarna vestan við. Þess vegna finnst okkur lykilatriði að borgarlínan verði hluti af svæðinu, lifandi hluti af svæðinu, en kljúfi það ekki. Vestari lóðirnar þarna, mér er sagt ég tala alltaf eins og ég sé úr sveit með höfuðáttir, ég held bara áfram. Vestari lóðirnar þarna, þær eru fráteknar til að efla nýsköpun og samstarf háskóla og atvinnulífs. Við teljum að það að borgarlínan komið þarna að muni gera þetta ennþá eftirsóknarverðari stað til að vinna. Alveg eins og hún Hrund lýsti, þá verður nálægðin við skólan svo sama, en miðbærinn færist miklu nær og stóru íbúðahverfin sunnan til í byggðinni sömuleiðis. Við erum auðvitað líka, og það er það sem gerir þetta pínu flókið, við erum líka að hugsa lengra fram í tíman Voldemort í þessu samhengi, þegar flugvöllurinn flyst. Við viljum ekkert vera búin að loka þangað. Það verður að vera opið yfir í það svæði og hverfið sem þar er verður að hafa opinn aðgang, bæði að Háskóla Íslands og yfir í Öskjuhlíðina og yfir í Austurbyggðina. Til að tryggja að þessi góðu markmið náist, þá erum við áfram með þetta í heilmikilli hönnun og það hafa margir, og ég þekki hér marga, komið að því með okkur að hugsa svæðið og við höfum í þessu sambandi í huga, eins og ég nefndi, ábyrgðina sem fylgir því að við erum þarna cirka syðsta hús á suðurströnd miðbæjarins, mikilvægi þess að loka engum leiðum, sjálfbærni yfirleitt og skyldur háskóla hvað það snertir. Við erum með auðvitað óskaplega góðar hjólasamgöngur, samgöngusamninga, yfirbyggðar hjólageymslur og þess háttar. Hvort við eigum að byggja yfir torg, við gerum okkur alveg grein fyrir því að fyrir nemendur okkar og starfsmenn þá skiptir máli að vera ekki í færðinni sem er hérna úti núna, heldur geta komið úr borgarlínu og svona sæmilega þurrum fótum og eins og Hrund lýsti þrætt sem milli bygginga, öðruvísi. Og svo sem að ég sakna stundum í hönnunarumræðu erum við auðvitað með tæplega 4.000 ungar manneskjur, þar af 2.500 ungar konur, á svæði þar sem er skógur og mjög lítil íbúabyggð. Það verður að hanna upp á að þeim finnist þær öruggar
að fara heim með borgarlínu þegar þær klára verkefnavinnu klukkan 11:30 á kvöldin. Það verður hrikalega spennandi að sjá þessar kynningar áfram og fylgjast með. Takk aftur fyrir að bjóða mér.